Særveriði, kæri áhorfendur, þá erum við komin að síðasta þætti í kennsluröðinni ferðalag til frelsis. Það aðeins að grípa niður í ritningavers sem var í síðasta þætti. Þetta 7. þátturinn í röðinni og sá síðasti, eins og ég segi. En síðast þá ræddum við Mattheus 7. kafla. Við vorum að tala fjallræðuna hjá Jesú. Aðeins að grípa það niður aftur til að skerpa aðeins þar á nokkur hlutum sem ég veit að hafa verið að bögglast fyrir mörgum. Jesús segir, ekki mun hver sá sem við mig segir, herra, herra, ganga inn í himnaríki, heldur sá einn gjöri vilja föður míns sem á himnum. Og við höfum verið að ræða það, ef að hvert einasta orð Jesú, hvert einasta orð ritningarinnar persónulega til þín, kristinna mann allar framtíð, þá þetta svona vandræðavers, getum við bara sagt. Ekki mun allir, sem sagt, hver sá sem við segir herra, herra. Þetta ekki spurningin að einhver sé trú ekki á Jesú og segi ekki herra, herra, hann segir herra, herra. Tignar hann sem herra, en hann mun ekki ganga inn í himnaríki, aðeins þeir sem gera vilja föður míns, sem á himnum. Þetta snýst mjög fyrir mörgum og veldur mörgum erfiðleikum, trúðum. Þegar þeir heyra þetta og sjá, býtu, ok, þess að ég búin að gefa líf mitt í Jesú, en það ekkert öryggt að fara inn í himinin því að ég verð að vita hver vilji föðurins og ég verð alltaf að vera að gera vilja föðurins á hverjum degi því að annars verð ekkert vist að fara inn í himnaríki. Jafnvel þó ég sé að boða hans nafn og jafnvel þó ég gerir kraftaverk eins og hann sagði áður og lækna sjúka og reykur til anda, þá ekkert endilega rétt eða víst að ég fara inn í himnaríki. Þetta vefst fyrir mörgum. Hvað hann að tala og þetta ræddum við aðeins síðast og ég ætla aðeins að skerpa á því til þess að reyna að höggva á honum hnút ef þú í þessari krísu og þú jafnvel núna þegar ég segi þetta, já ok, heyrðu, býttu mig, ég held að ég væri pottþétt að fara inn en ég veit ekkert hvort ég að gera vilja föðurins eða ekki. Jesús ekki hér að tala vilja föðurins í formi þess að fylgja lögmálinu. Hann ekki að tala vilja föðurins að halda öll boðunin 613 sem í lögmáli Móse. Það ekki það sem hann að tala Hann heldur ekki að tala vilja föðurins, já ég verð alltaf að vera á bænastundum, ég verð að vera á samkomum, ég verð að vera að boða, ef ég ekki að gera það, þá ég ekki vilja föðurins. Nei, hann ekki að tala neitt af þessu. Hver vilji föðurins? Hvernig gerum við vilja föðurins og vinnum hans verk? Í Jóhannes 6. kafla, þá var Jesús spurður þessara spurninga og hún hljóðaði svona, hlustiði vel á. Þetta í Biblíunni líka, þetta ekki tilbúningu minn eða einhverja manna, þetta Jesús hinn sami og sagði þetta að ekki allir myndu ganga inn, hann segir núna þetta. Hvað eigum við að gera svo við vinnum verk Guðs? Spurningin sem Jesús fær. Hvað eigum við að gera svo við vinnum verk Guðs? Hvernig eigum við að vera í vilja föðurins og vinna hans verk? Því að muniði, það þau sem ganga inn í himnaríkið. Og Jesús svaraði þeim, og ef þetta væri í takti við það sem að sumir halda, og halda all lögmálið, halda öll boðorðin, nei. Hvað sagði Jesús? Hverju svara hann þessari spurningu, hvað eigum að gera þannig að við séum að vinna Guðs verk? Hann sagði, þetta verk Guðs. Með öðrum orðum, þetta vilji Guðs og hans verk, að þið trúið á þann sem hann sendi. Flóknara þetta ekki. Vilji föðurins og hans verk að þú og ég og mannkynið trúi á þann sem að faðirinn sendi, sem Jesús Kristur. Þetta í samræmi við það boðorð, nýja boðorðin í hinu nýja sáttmála sem bara að trúa á Jesú Krist og elska náungan.
trúa og elska. Og okkur er þá auðvelt að trúa, auðvelt að elska ef við trúum. Það mjög erfitt að elska það ekki. Nei, ekki ef þú trúir og ert búin að meðtaka hann inn í þig og lætur lífið hans flæða fram, vegna þess að þú ert hluttakandi í guðlegu eðli sem nú er komið inn í þig, og guðlegt eðli er kærleikur. Þannig ef að guðlegt eðli færa, ef að Guð færa að streyma fram og andi Guðs úr þínu lífi, hvað er þá að streyma fram? Kærleikur. Þetta er svo einfalt. Við, þú og ég, trúarbröð, kristin trúarbröð, kristin trúarkerfi, kristna predikanir hafa umturnað þessu og eyðilagt þennan einfaldleika og þennan lífskraft og þetta frelsi og þetta líf sem hann hefur gefið þér og mér í honum. Þannig að þú, með öðrum orðum, ekki muni allir sem segja herra, herra ganga inn. Hverjir eru það þá? Það eru þeir sem ekki hafa meðtekið að lífið í Kristi er innan frá og út, ekki utan frá inn. Þeir eru enn að reyna að lifa trúni sinni utan frá inn. Þeir eru enn að reyna að gera þetta í góðverkum, sýna hvað þeir eru góðir, lifa upp til réttlætis Krists í eigin mætti. Þeir mun ekki ganga inn. Af hverju? Þeir eigi ekki lífið í Kristi. Lífið í Kristi er fólkið í hann, í trún á hann, að hann komi og setjast að í hjartanu þínu og fá að lifa þar innan frá og út, og þetta er þið sanna frelsi og við komum að því aðeins betur eftir. Svo hvað er það þá sem við höfum verið að fjalla um núna síðastliðnu vikur? Í stuttumáli þá höfum við verið að skoða Guðs orð, ritninguna, biblíuna, til að greina á milli þess í henni, því að hún er full af alls konar. Hún er full af frásögum, dæmisögum, atburðum, viðburðum, trúarkennslu, guðfræð. Hún er bara sumt í gamla testamentinu, gamla sáttmálinu, sumt í nýja. Þannig að hún er bara bók með alls konar. En ekki allt á við þig. Ekki er allt persónulega til þín eða mín. Og við þurfum að greina þar á milli. Hvað er þarna svo við getum lært af því frá öðrum verkum sem Guð er að vinna, eða öðrum sáttmála, og hvað er þarna sem hann er að tala til þín persónulega sem virkar og á að vera hluti af þínu lífi í dag. Þarna þurfum við að greina á milli. Og ef okkur tekst það ekki, þá lendum við þessum fjötrum. Því að það er sannleikurinn sem þú þekkir sem setur þig frjálsa mannstöðu. Jesús sagði, þið munið þekkja sannleikann og hann mun setja ykkur frjáls. Ekki bara sannleikurinn, heldur sannleikur sem þú þekkir. Þess vegna þarftu að þekkja hvað er hvað í biblíunni, þess vegna þarftu að þekkja hvað það er sem þér tilheyrir, hvað hinu nýja og hvað hinu gamla, svo þú getur verið frjáls. Til frelsis frelsaði Kristur þig, og sannleikurinn sem þú þekkir mun setja þig frjálsan. Viltu vera frjáls? Ég veit þú vilt það. Þú vilt ekki fjötra í trúarlífinu, og ég er ekki að tala bara um það hvort þú farið til himna eða ekki, eitthvað svoleiðis. Ég er að tala um nú á jörðu, hér og nú. Þannig við höfum verið að ræða um það. Þannig við höfum líka séð að ef við blöndum þessu saman, gamla og nýja, þá lendum við í þessum erfiðleikum. Og ef við reynum að lifa eftir báðum, eða höldum það, eða lifum þannig að nýji sáttmálinn hafi verið einhvern uppfærsla eða viðbót við þenn gamla, þá byrja fjötrar. Þá lendum við í blöndu sem er ekki góð. Og nú ætla ég að segja setningu sem margir ekki skilja og margir óttast. En ég segi hugsum, hlustið og vitum hvað Guð svo segir. Í stað lögmáls Móse fyrir hinn trúaða kristna í dag eiga lifendur lögmáli náðarinnar. Ég hef heyrt úr predikunarstólum að það sé nauðsynlegt að predika lögmál Móse því annars missi kristni menn stjórn á sér. Ef að lögmál Móse sé aðhald til þess að lifa hreinu og réttlátu og góðu lífi. Ég hef heyrt þetta úr predikunarstól, ég trúði þessi einu sinni sjálfur, en ég ætla að sýna þér úr Guðsorði að þetta er alröng kennsla. Hún er röng, hún fjötrar fólkið
í syndinni, í hinu ranga, öllu því sem það vill losna við, og þess vegna líður fólki illa og alltaf að berjast við einhver hluti í lífi sínu sem það losnar ekki við og vantar frelsið inn í. Til að sýna þetta Guðs orði. Við erum að lifa undir lögmálum náðarinnar. Sumir óttast þetta með náðina. Segja, þá fara allar hömlur af hinum kristna. Þau bara byrja að lifa eins og ég veit ekki hvað, af því að Guð fyrirgefur hvað sem alltaf kvöldi. Ef að þetta þinn skilningur, eða þú heldur þetta sé svona, þá langar mig að segja bara í fullum kærleika, þá veist þú ekkert hvað náð Guðs Náð Guðs ekki bara fyrirgefning að kvöldi, hún kraftur sem nær langt umfram það. Og ég ætla að sýna þér Guðs orði hvað lögmál náðarinnar gerir í lífi hins trúaða. Það lesa fyrst í Títus, 2. kafla, 11-15. Hlustið nú vel á. Þetta Guðs orð, þetta Páll að tala. Því að náð Guðs hefur opinberast til sáluhjálpar öllum mönnum. Hún kennir okkur, hver hún? Náð Guðs kennir okkur að afneita óguðleik, veraldlegum gildum og lifa hólátlega, réttvíslega og guðrækilega í þessum heimi. Í eftirvæntingu vorar sæluvonar að en mikli Guð og frelsar okkar Jesú Kristur opinberist í dýrsinni. Þarna stendur alveg svart á hvítu að náð Guðs, hún kennir okkur að lifa rétt. Hún kennir okkur að hafna því sem vont og rangt og óguðlegt í líf okkar. Alveg öfugt við það sem að kennslan lögmál Móse, það nauðsyn þess að lögmál Móse sé í líf okkar, þegar lögmál Móse á að kenna okkur þetta, og við mögum ekki treysta ómikið á eitthvað svona súpernáð, því að þá bara fara alltaf hömlur á okkur og við bara lifum eins og ég veit ekki hvað, því að Guð, hvað sem svo góður, hann fyrirgefur allt. Hann góður og fyrirgefur allt, það satt. En þetta líf sem að þú ert að lýsa þarna, eða hefur verið lýst og ég hef heyrt og ég trúði, ekki biblíulegt fyrir hinn kristna mann. Náð Guðs svo sem kennir þér að lifa rétt, ekki lögmál Móse. Og hlustið svo á. Hann gaf sjálfan sig fyrir okkur til þess að hann leysti okkur frá öllu ranglæti og hreinsaði sjálfan sig til að handa eignarlíf, kostgjafinn til góðra verka. Fyrir náð Guðs gaf hann okkur líf. Hann hreinsaði okkur af ranglæti og gaf og dró okkur til sín fyrir náð sína, svo að lögmál náðarinnar sem ekkert annað en Jesú. Jesús og náðin bara eitt og það sama. Lifi í þér til frelsis, eins og ég veit að þú þráir, og við þráum öll. Við þráum frelsi í Kristi, laus undan oki, laus undan böli, laus undan synd, laus undan öllu því vonda sem að herjar á okkur. Lífið í Kristi það sem gefur þetta, náð Guðs. Þannig að það reyndar náð Guðs sem verkar réttlætið í þér, ekki lögmálið. Það náð Guðs sem verkar í þér að gera góð verk, ekki lögmálið. Þetta biblíuleg kennsla. Þetta hinn sanni kristindómur. Ekki blanda þið saman. Ef þú blandar þið saman, þá losnar ekki. Ég ætla að sýna þér svakaleg versúritningu sem segir bara að það fjötrar þig ef þú reynir að gera þetta. Það náð Guðs sem að hjálpar þér, sem gefur þig kraftin til að lifa í réttlæti og í góðum verkum. Ekki lögmál Móse. Þú spyr kannski, já, en byrju, ekki lögmálið gott? Lögmálið bæði rétt og gott. Ekki misskilja. Ritningi kennir alveg skýrt og þau skoða það. Lögmál Móse var bæði rétt og gott í hinnum gamla sáttmála. En það var algjörlega vanmáttugt að frelsa eða réttlæta þá sem lifðu undir því. Þess vegna var það ok
eins og þau sögðu lærisveinarnir munið í postulasögri. Það var okað þeir vildu lifa rétt, þeir vildu lifa Guði þóknarlega, en gátu það ekki með hjálp lögmálsins. Lögmáli réði ekkert við syndina í lífið þeirra, við rangsleitnina, eigingirnina og sjálfhverfuna í lífið þeirra, réði ekki við það, og ekki heldur í þínu. Ekki halda eitt augnablik að lögmál Móse hjálpi þér til að lifa þannig, og ekki heldur lögmál Móse með hjálp Guðs í þér. Biblían kennir alveg skýrt, það nýtt lögmál tekið við, það lögmál náðarinnar, lífsins anda og trúarinnar. Það kraftur Guðs innan með þér í dag. Sem sagt, lögmál Móse duga bara ekki til réttlætis og lífs, og þá þið lesa úr Rómarbréfinu 7. kafla og hlustið vandlega á. Eins við því farið, bræður mínir, ykkur, bræður mínir, þið, hann tala til hann að trúuðu, þið eru dánir lögmálinu fyrir líkama Krists. Bara þessi setningi, ok, ég ætla að lesa svolítið meira, en hlustið bara þessa. Ef að þú sem kristinn maður dáin lögmálinu vegna Jesú Krists, á hverju viltu það þá? Á hverju það sækist eftir í? Á hverju það reyna að hafa þessum hluta lífið þínu? Já, en lögmálið er gott og rétt. Já, það það. Já, ná við þá ekki að gera það sem stendur í lögmálinu. Þú átt að gera, og við komum að því eftir, það sem að flæðir frá anda Krists innan með þér, og það er kærleikur, og það með uppfyllum þú hluti sem í gamla lögmálinu. Þú ert ekki að streða utan frá inn, það flæðir innan frá út. Þú elskar, og kærleikurinn er allt í öllu og heldur utan þín verk og þitt líf og góðu verk. Þeir eru dánir lögmálinu fyrir líkama Jesú Krist til þess að verða öðrum gefnir hverjum Kristi, honum sem var uppvakin frá dauðum, svo að við mættum bera Guði ávöxt. Hlustið svo á. Þegar við lifðum að holdsins hætti, þegar við lifðum undir lögmálinu eða undir eiginverkum, þegar vorum að reyna að þóknast Guði utan frá inn og Kristur var ekki komin í hjart okkar, þegar við lifðum holdsins hætti, þá störfuðu í líkam okkar ástríður syndana. Og hvað segir svo? Sem lögmálið hafiði vakið innra með þér í limum vorum. Það er lögmálið sem vekur upp syndina. Svo við bærum dauðanum ávöxt. Þetta er staðan áður nú Kristur kemur í lífið. Nú hins vegar, í versi 6, segir, nú erum við hins vegar leystir undan lögmálinu þar sem við erum dánir því, sem áður hélt okkur bundnum og þjónum í nýjungari anda en ekki í finnsku bókstafs. Elsku vinur, getur þetta verið skýrara? Þú lifðir, og þú segir kannski, ég var ekki undir lögmálinu, ég var ekki gyðingur, nei, en Biblían segir að all mannkynið reynir að lifa eftir þessum reglum, af því að lögmálið er gott, það er rétt, og innra með hverju manni er löngunin til að lifa rétt. Og þau reyndu og holdsins hætti, og hversin sem þú reyndir að lifa rétt, þá vakti lögmálið upp syndin í lífið þínu, í limið þínum, ástríðu syndana. Lögmálið nefnilega er alltaf að minna þá hvað þú ekki að gera, það sem er rangt, og þess vegna er það alltaf haldið lifandi innan með þér. Nú erum við leyst undan lögmálinu. Það er búið að leysa þau undan þessu, og það sem þú ert dáin í Kristi, þetta sem áður hélt þér bundnum, takt eftir orðalaginu, þetta hélt þér bundnum, og fyrir marga kristna menn í dag, það er sorglegt eins og það er, þá eru þau ennþá bundin, af því þau eru ennþá að reyna að lifa eftir þessu sem að Guð er búin að losa þau undan. Og þjónum núna í dag í nýjung anda en ekki finnsku bókstafs. Þetta er finnska bókstafsins. Munið þið bókstafurinn deyðir, það er lögmálið. Andinn lífgar, það er Krists andi. Lífsins andi. Lögmál lífsins anda. Þetta er frelsið. Þetta er það sem að setur þig frjálsan þegar þú byrjar að lifa eftir þess að sjá þetta, og það er mikilvægt. Ef við halda þess áfram, hvað eigum við þá að segja? Og hérna kemur rökfærslan á móti. Er lögmálið þá synd? Fjarri fyrir því, lögmálið er ekki synd. En satt er það samt, segir Pál. Ég þekkti ekki syndina
nema vegna lögmálsins. Ég hef ekki vitað girnd í líkamum eða í limum mínum, hefði lögmálið ekki sagt við mig, þú skalt ekki girnast. Þá allt í einu kviknar, já, ég skal ekki girnast, það er girnd. En syndin sætti lagi og vakti í mér alls kyns girnd með boðorðinu. Boðorðin halda syndinni við, þau hjálpa þér ekki að losna við hana. Ef þú vilt losna við eitthvað sem fjötur á lífið þitt, sem þú veist á ekki að vera þar, lögmál Móse, boðorðin munu aldrei losað undan því. Þú getur reynt að lifa eftir því og þú kannski nærða að lifa eftir einhverju hluta því, en svo eitthvað annað sem að þú bara ert alltaf að berjast við. Þú segir, já, ég er bara, þú veist, þú skalt ekki, ég er hættur því. Já, ok, en hér. Já, hér eru alltaf einn hlutur sem ég er alltaf að biðja Guð fyrirgefningar á. Alltaf sami hlutur, en ég bara losna ekki við hann. Ég bara næ ekki að sigra hann. Komdu til Krists alla leið. Hleyptu honum að og bara honum. Hann hefur náð, líf, kraft, allt sem þú þarf til að sigra þennan hlut. Ekki bara það, hann sagði þegar þú veist sannleikann og þekkir hann, þá muntu vera frjáls. Það er frelsið. Svo segir hér þessi stórkostlega orð, án lögmáls er syndin dauð. Þetta er það sem ég var að segja. Ef að lögmáli fer úr lífið þínu, þá deyr syndin í lífið þínu. Þetta er svolítið öðruvísi kennsla heldur en við erum vön. En þetta er sem betur fyrir ekki eitthvað sem ég er að búa til og þú segir, já, Halldórinn er bara bull. Nei, þetta er Páll postuli. Þetta er Biblían sem kennir okkur og þetta, elsku vinir, þegar þú fer að sjá þetta og skilja þetta í þessu samhengi, þá allt í einu opnast öll reikningin upp og verður rökrétt. Allt sem þú taldi vera mótsagnir áður eða virtust vera mótsagnir og margir fræðimenn segja að það er fullt af mótsögnum og þeir skilja ekki boðskap fagnaðarerindisins, þeir skilja ekki boðskap réttlætisins og þess vegna er þetta fjötur og binding og þetta er órökrétt og þetta passar ekki af því það er frá fyrstu blaðsíðu til síðustu biblíunni bara eitt og það sama og rennur allt saman í eitt graut. Þess vegna virðist þetta verið mótsögn og þess eru margir sem eru búin að kasta biblíunum frá sér. Það er ekkert að marka þetta, hún er ekki hægt að lesa hana, hún er órökrétt, hún er í mótsögn og bara, þú veist, hún talar bara ekki til mér lengur, ég skil þetta ekki. Þegar þú nær þessu, þegar þú skilur þetta, þá opnast þér nýr heimur í ritningu Guðs og frelsið sem þar er að finna er stórkostlegt. Það er stórkostlegt. Þar er lífið. Þar finnur frelsið sem þú ert að leita að. Án lögmáls er syndin dauð. Ég lifði einu sinni án lögmáls, en þegar boðorðið kom þá lifnaði syndin við, en ég dó, segir Páll. Boðorðið, lögmálið, heldur þessu ranga í þér sem þú vilt losna við. Lögmál náðarinnar og lífsinsanda og trúarinnar, vilji föðurins og verk hans að trúa og meðtók að leyfa hans líf að flæða gegnum þig, það stöðvar þetta í lífið þínu og setur þig frjálsan. Það sem átt að vera með til lífs, sem sagt lögmálið og boðorðin, það átt að vera með til lífs, eins og segði það er rétt og gott, það reyndist mér vera til dauða. Og það var vanmáttugt, gat ekki frelsa þig, gat ekki setja frjálsan. Syndin sætti lagi, dró mig á tálar með boðorðinu og deyddi mig með því. Þannig þá lögmálið heilagt og boðorðið heilagt er réttlátt og gott, en algjörlega vanmáttugt að gera það sem það þarf að gera, eða sem þarf að gera í lífi okkar. Í Rómarbréfinu 7. kafla rétt á undan segir þetta, hlustið Pál. Látið ekki syndina ríkja í dauðlegum líkama ykkar, svo þeir hlýðnist gerendum hans.
Ljáið ekki heldur syndinni limið yðar á ranglætisvopnum, heldur bjóðið sjálfið yðar Guði sem lifnaði frá dauðu og limið yðar Guði sem réttlætisvopn. Þetta er rosaleg hvatning og mörg okkar sem lesum þetta segja, vá, já, láta ekki syndina ríkja í dauðlegum líkama okkar og svo við hlýðumst ekki gildum hans og samt stór hluti kristinna manna sem alltaf að berjast við einhverja ranga hluti og líður bölvanlega illa yfir því og skilur ekki hvað í gangi og nær enga veginn að sigra. En hér segir ritningin ekki gera það og þess vegna menn að berjast og rembast eins og rjúpan við stöðrin þannig að þeir eru bláir í framann að reyna að gera sem er rétt og fallegt og gott og þóknast Guði en alltaf náðu þessu aldrei alveg. En hér er lausnin. Því að Páll segir ekki bara láttu ekki syndina ríkja. Hann segir okkur líka hvernig við að gera það. Hann segir synd, hvað er það? Synd er allt það sem að sundrar og aðskýrir okkur frá Guði. Eitthvað sem passar ekki inn í samfélagi við Guð. Synd skal ekki drottna yfir ykkur. Synd á ekki að hafa neitt vald yfir þér. Og það er frelsið. Ferðalag til frelsis. Þegar þetta tak og þetta ók brotnar af þér. Pum! Og þú eru frjáls. Synd skal ekki drottna yfir þér. Af hverju? Af því þú ert ekki undir lögmáli heldur undir náð. Skýrara getur þetta ekki verið. Synd á ekki að drottni lífið þínu. Af hverju? Vegna þess að þú ert ekki lengur undir lögmáli heldur undir náð. Það er kraftur náðarinnar sem er ekkert annað en kraftur Krists. Hans fagnaður erindi sem setur frjálsa frá oki syndarinnar og öllum ytri tilraunum að reyna að lifa rétt og þóknast Guði og áminna þeir réttlæti Guðs. Þetta skiptir öllu máli í lífins trúa. Þetta er fagnaður erindið. Ekkert annað. Ekki láta blekkja þig, ekki láta draga þig á tálar, ekki láta þig eitthvað villa fyrir þig með alls konar orðum og mannasetningum. Ekki gera það. Því að í Kristi Jesú er öll fylling Guðdómsins og hann hefur gefið þér og mér hlutdeild í þessari fyllingu, segir í Kólossabréfinu, og við eigum núna þetta líf og það er þetta líf innan með þér sem brýtur okið í lífið þínu. Ekki það sem við reynir að sækja hér utan og reynir að halda öllu boltum og loftu. Ekki. Það er hér. Þú lifir innan frá út. Það er náðin sem leysir þig undan fjötur ránsleitninnar. Ekki lögmálið. Þetta er leiðin til frelsis. Ertu ekki samfarið enn? Sjáu Tímóteusarbréf, fyrra Tímóteusarbréf. Páll er að tala. Þegar ég var á förum til Makedóníu, hvatti ég þig að halda kyrru fyrir í Efesus. Þú ættir að bjóða sömumönnum að fara ekki með annarlega kenningar og gefa sig ekki að ævintýrum og endalausum ættartölum. Fremur efla þrætur en trúarskilningar og ráðstöfum Guðs. Með öðrum orðum, þarna er ykkur menn sem eru að koma, sem eru að fara með annarlega kenningar og valda að gefa sig á svona ævintýrum og endalausum ættartölum og þetta veldur ruglingi hjá hennu kristnu í Efesus. Markmið þessar hvatningar, markmið þess hvernig þú átt að tala og hvað átt að gera, er að hvetja, er hvatningar, er kærleikur og hreinu hjarta, góðri samvisku og hræsnislausri trú. Hvað kemur þetta? Kærleikurinn, góð samviska sem er hreinsuð og trú. Sumir, þessi hópur sem að þarna er að hvetja og koma með annarlega kenninga, segir hann, sumir eru vitnir frá þessu einfaldu kenningum og einfaldu lífi í Kristi sem er hreinsuð samviska, umskorið hjarta og líf Kristi innan með þér, kærleikur til Guðs og manna og einlæg hræsnislaus trú. Sumir eru vitnir frá þessu og hvað fóru þessir sem voru vitnir frá þessu að gera? Þeir hafa snúið sér til hégómamáls, segir Páll. Þeir vilja vera lögmálskennendur, kemur það aftur. Það er alltaf hópur fólk sem vill endilega hafa þetta með.
Það var líka í Efesus. Þeir vilja vera lögmálskennendur. Þeir sleppa þessu einfaldaði trúna. Þeir sleppa þessu nýja sáttmála og lögmáli trúarinnar og náðarinnar og kærleikans. Og hvað koma þeir með? Þeir kenna lögmál Móse. Þeir vilja vera lögmálskennendur þó hvorki skilji þeir hvað þeir sjálfur segja né hvað þeir eru að fullyrða. Og þannig það í dag. Fjöldi fólk sem boðar þetta, kennir þetta og þetta getur verið mjög lúm. Sumir predika þetta bara beint á stólnum en margir tala margir blanda þessu. Það erfitt ofta að greina þetta. Þetta svona að tvinna saman. Þetta svo samofið gamla og nýja. En þeir boða þetta þó þeir viti ekkert hvað þeir eru að tala né hvað þeir eru að fullyrða. Og svo segir hann, við vitum alveg að lögmálið gott. Við vorum að tala það áðan, lögmálið gott. Noti maðurinn það réttilega. Svo kemur þessi stórkostlega setning. Ég ætla að lesa það í samhengi. Við vitum að lögmálið gott. Noti maðurinn það réttilega og viti að það ekki ætlað réttlætnum, heldur lögleysingjum og þverbrotnum, ókunnum, syndunum, vanheilugum, óhreinum, föðurmorðingjum, móðurmorðingjum, manndrápum, frillilífsmönnum, mannhórum, mannþjófum, legurum, meinsærismönnum og hvað það nú annað sem gagnstætt henni heilnæmu kenningu. Lögmál Móse ekki ætlað hinu réttlátu í Kristi. Þú, ég og allir trúaðir menn sem hafa tekið trú á Jesú Krist og eignast lífið í honum, við erum réttlát. Ekki af eigin verkum, ekki vegna sem við gerum aldrei neitt misjafnt. Það búið að réttlæta okkur í and okkar þar sem nýtt líf Þar býr Kristur, við erum réttlæt og lögmálið ekki fyrir okkur. Það fyrir hina sem ekki eiga það. Og það samviskan, það virkar í samvisku þeirra. Þegar einhver brýtur af sér eitthvað, hann veit innan með sér að það rangt. Ef einhver heldur fram hjá konu sinni eða manni sinni, viðkomandi veit í hjarta sinni að það rangt. Samviskan fyrir að naga, það lögmálið að tala. Það þetta brjóta svo oft að þú brynnir þig og hættir að finna samviskuna að tala. Frelsiði fólkið í elsku vinur, réttlætiði fólkið því að trúa á Jesú Krist. Þannig vinnur verk Guðs, þannig meðtekur og hann endurfæðir anda þinn. Hann kemur inn, veitir hlutdeild í guðlegu eðlu og þegar þú byrjar að lifa þaðan innan frá út, sannað, hinn raunverulegi Halldór, hinn raunverulegi Gunnar, hinn raunverulegi Jón, lifa innan frá út, þá kemur frelsið í lífið. Svo segir hann, þetta samkvæmt fagnaðarerindinu dýrð hins blessaða Guðs sem ég var að trúa fyrir. Hvað samkvæmt fagnaðarerindinu? Vilt þú trúa fagnaðarerindinu? Trúir fagnaðarerindinu? Hvað kennir fagnaðarerindið? Páll segir, þetta samkvæmt fagnaðarerindinu dýrð hins blessaða Guðs. Hvað? Að lögmálið ekki fyrir hinna réttlátu. Ég held ég komist ekkert með, ég búin að færa svo góð rök fyrir svo ritningunni, hvað leiðir til frelsis og þú getur ekki blandað svo saman að nú þarf þú að taka tíma og skoða þetta betur, stúdera þetta, lesa þetta og samfarast sjálf. Það lesa lokum hérna á Galatabréfinu 2:19-20. Því að af völdum lögmálsins ég dáinn lögmálinu til þess að lifa Guði. Ég dey lögmálinu hinnu gamla sáttmála til að lifa í hinnu nýja. Ég núna krossfestur með Kristi. Ég minnandi mitt líf, þannig setti Guð þetta saman, að ég dey. Ég krossfestur með Kristi, holdið í mér, hinn gamli maður minn, hinn óendurfæddi andi Halldórs og Gunnu og Jóns, fer á krossin, reyndar alls mannkins, fer á krossin og sjálfur lifi ég ekki framar, heldur lifi nú
Kristur í mér. Það er ekki lengur ég, hinn gamli Halldór með mér. Það er Kristur í mér sem lifir. Lífinu sem ég lifi nú hér á jörð, lifi ég í trúnni á Guðson sem elskaði mig og lagði sjálfan sig í sölurnar fyrir mig. Sjálfur lifi ég ekki framar. Kristur dugar þér til lífs. Kristur er frelsið þitt. Hann er svarið fyrir þig. Hann er allt sem þú þarfnast. Hann dugar. Hann einn dugar. Þetta er kraftur fagnaðarerindisins til hjálpar og hjálpraðis hverjum manni. Þannig getur þú lifað andlegu lífi. Þú þarft ekki lengur að lifa eftir ytri kerfum trúarbragðanna. Margir vilja ekki trúna í dag vegna þeir halda að sé allt í ytri kerfum trúarbragða. Og það er engin spurning, það er mjög mikið. Á hverju haldið að sé svo margir að leita inn í andlega hluti og andleg ferðalög og alls konar íhugun og jóga og andansrækt af öllu tagi vegna þess að það er andleg þörf og þrá innra með hverju manni. Það er ekki allir alltaf búin að fatta hana og skynja hana. Þeir eru að kafa í alls konar annars með verkum og eldast við aurin og peningana eða hvaðan við sem eru eldast við og þess vegna nær þessi einrödd ofta ekki að ná til þeirra. Hún talar ekki nógu hátt til þess að þeir heyrinu þeir þurfa að staldra við, hlusta og þá kemur röddin. Fjöldi manns er komin að það stað að vita og skynja að þetta er lífið sem þau þurfa og þarna er líf sem þau verða að rækta og þau eru að leita á alls konar önnum mið heldur en til Jesú Krists. Vegna hvers? Vegna þess að við kirkja Krists höfum ekki alltaf boðað hann rétt. Við höfum staðið á bak við alls konar kenningar sem að rugla fólk í rýminu og veldur því að þau halda þetta séu trúarbragða kerfi utan frá og inn. Ég segi við þig, elsku vinur, ef þú vilt andlegt líf, þá er það að finna hjá Kristi. Hann er mátturi, öflugri, betri, kröftugri heldur en nokkuð annað það sem þú leitar til þess að eignast andlega frið og líf. Ekkert og enginn jafnast á við það. Ég fullyrði það. Takk, elsku vinur, þetta er ferðalag til frelsis. Nú leitar þú, ef þú ert ekki búin að finna, ef þú ert búin að finna til hamingju, ef þú ert að leitaðu, skoða þetta vel og þú munt finna. Guð blessi þig.